Góðan daginn, ég býð ykkur velkomin til 691. fundar bæjarstjórnar sem með ein 9 mál á dagskrá og fyrsta fundagerðin fundagerð bæjarráðs. Það 1297. fundur sem var haldinn 9. mars. Anna Sigríður og svo... Ég var á undan. Já, hún var reynda búin að tala við mig áður fundur. Já, en það bara sá sem á undan með hendina. Ég var undan henni, hérna. Nei, þú horfðir í hinn áttina, annars Nei, ég leið og setti fundin. Já, mér finnst það skipta máli. Leið og setti fundin. Fólk ekkert samning áður en að kemur að handa þér. Nei, en ég sá ykkur í þessa röð. Þú sást okkur í þessa röð og það gildur hún. Bara Anna Sigríður og svo Sigrún. Já, forseti, ég kem hérna upp undir máli númer 1 á fundi bæjarráðs 1297 sem var umsögn frumvarp til laga breyting á lögum verslun með áfengi sem frumvarp sem liggur frammi á Alþingi og og þar að taka sem sagt óska eftir umsögnum. Það var ákveðið að senda ekki þetta mál inn í bæjarkerfi til umsagnar hér núna, en á þessu máli eru margar hliðar. Mér finnst sú hlið aðalega sem snýr að sveitarfélögunum vera hvað ég segi svona forvarna hlið, því að forvarnir eru stór hluti af starfsemi sveitarfélaga til varðandi varðandi velferð ungs fólks. Þannig að ég tel að af þeim orsökum þá tel ég rétt að bæjarstjórn sendi frá sér sína skoðun, ef ég má orða þannig, sem ekki umsögn heldur bara láti í ljós hvaða skoðun bæjarstjórn hefur á þessu frumvarpi, sem eins og ég segi, mér finnst snúa helst að starfsemi sveitarfélagi í gegnum forvarnarstarf fyrir börn og unglinga. Ég sendi, með leyfi forseta, þá sendi ég samstarfsfólki mín í bæjarstjórn þessa tillögu mína fyrr í dag, þannig að fólk geti kynnt sér hana. Og ég ætla nú að fá að lesa hann upp og hún hljóðar svona: Bæjarstjórn Mosfellsbæjar heilsueflandi samfélags beinir því til alþingismanna að samþykkja ekki áfengisfrumvarp það sem liggur fyrir Alþingi. Íslenskt samfélag hefur náð mjög góðum árangri í að minnka áfengisneyslu ungmenna, það sýna rannsóknarniðurstöður og þar hafa sveitarfélögin lagt þung lóð á vogarskálar. Fjöldi félaga og stofnana innan heilbrigðiskerfis og á sviði félagsþjónustu sem og frjálsra samtaka sem vinna að betri hag barna og ungmenna leggjast gegn samþykkt þessa frumvarps á grunni innlendra og erlendra rannsóknarniðurstaðna sem sýna skaðleg áhrif aukins aðgengis að áfengi á ungt fólk. Þar má nefna að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að áfengisneysla sé með stærstu áhættu þáttum varðandi lýðheilsu. Félagslegar afleiðingar áfengisneyslu koma oftar en ekki til kasta sveitarfélagana og því eru það hagsmunir sveitarfélaga fyrir hönd barna og ungmenna að sporna gegn því að aðgengi að áfengi verði rýmkað frá því sem nú er. Svona hljóðar þessi tillaga sem ég óska eftir að verði borin þá upp til atkvæða hér á þessum fundi. Sigrún, þess vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir sama máli, númer 1, í fundagerð bæjarráðs, númer 1297. Og þetta sem sagt umsögn frumvarp til laga, það var verið Alþingi var óska eftir umsögn Mosfellsbæjar frumvarp til laga
breyting á lögum verslun með áfengi og tóbak. Það var sem sagt, okkur var gefinn kostur á því að koma umsögn á framfæri fyrir 17. mars og við hefði bæjarráð ekki ákveðið að skila auðu í þessu máli, þá hefðum við getað sent Alþingi. Fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar í bæjarráði bókaði að þetta frumvarp, það hefði það mikil áhrif og í því fælist grundvallarbreyting á sölu og kynningu á áfengi, þannig að það væri mikilvægt að þjóðin fái að segja sitt álit á þessu frumvarpi. Eftir því sem að ég hef hugsað meir það eftir hennar fund, bæjarráð sem sagt, fulltrúar DHS-lista í bæjarráði ákváðu að skila ekki inn umsögn, en eftir því sem að ég hef hugsað meir þetta mál og kynnt mér það betur, þá finnst mér alveg ótækt að sveitarfélag eins og Mosfellsbær skuli skila auðu í þessu máli. Allavega 16 sveitarfélög og undirnefndir þeirra sendu inn umsagnir og lögðust öll gegn frumvarpinu. Og það var á þeirri forsendur sem að fulltrúi S-lista nefndi hérna áðan, Anna Sigríður. Það voru lýðheilsusjónarmið og jafnframt að sem sagt, frumvarpið að stangaðist á við stefnu stjórnvalda í áfengis- og vímuefnavörnum og inni gegn forvarnastarfi sveitarfélaga. Með því að aðhafast ekkert í málinu, þá sem sagt, erum við í rauninni að vinna gegn eigin hagsmunum eða gegn hagsmunum sveitarfélagsins. Það er mjög mikið af ungu fólki sem að vaxa úr grasi í Mosfellsbæ. Mosfellsbær vill líka laða að fjölskyldu og fjölga börnum í sveitarfélaginu og þess vegna teljum við í íbúðarhreyfingunni að það sé mjög mikilvægt að bæjarstjórn sýni gott fordæmi og hafni þessu frumvarpi og geri það með glæsibrag. Ég er með tillögu, sem sagt ekki af umsögn, heldur tillögu það að bæjarstjórn taki afstöðu til frumvarpsins og fylgi þar með fordæmi að minnsta kosti 16 sveitarfélaga sem telja meðal annars að frumvarpið vinni gegn forvarnastarfi á þeirra vegu og stríði með því gegn hagsmunum þeirra. Og sem sagt, og Mosfellsbær sýndi sem sagt með því gott fordæmi afstöðu í mikilvægu máli gagnvart því samfélagi sem að við búum í. Í rauninni eftir á að hyggja þá hefði náttúrulega bara átt að bera þetta frumvarp undir fræðslunefnd, undir fjölskyldunefnd og jafnvel undir skólana áður en það var afgreitt í bæjarráði. Og það kom reyndar sent inn á okkar borð, ég veit ekki hversu sent það kom til Mosfellsbæjar, en þetta er bara þannig mál að það er afar brýnt að bregðast við því og lýsa sem sagt ábyrgri afstöðu til þessa máls, vegna þess að þetta er ekki léttvægt. Þetta vinnur gegn bæði hagsmunum forvarnastefnu ríkisins og þetta vinnur gegn forvarnastefnu sveitarfélaganna sjálf. Og fólk líka eins og fagaðilar eins og landlæknir hefur varað við afleiðingum frumvarpsins og fjöldi annarra fagaðila líka. Þeir telja að meiri sýnileiki ýti undir neyslu, auk þess sem skoðanakannanir sýna að meiri hluti þjóðarinnar á móti einkavæðingunni.
ég þarf ekkert að fara yfir það hvað áfengi er mikill samfélagslegur skaðvaldur og í rauninni samfélaginu alveg gífurlega dýr. Allt heimilisofbeldið, öll slysin sem verða völdum áfengis, öll óhamingjan sem þær fjölskyldur lenda í, þar sem ofneysla áfengis er stunduð og svo framvegis. Og mér finnst og okkur í íbúðarhreyfingunni að bara Mosfellsbær get ekki skila auðu í þessu máli og leggjum til að þetta fari aftur til bæjarráðs, þetta verði sent til umsagnar í nefndunum og það er reyndar orðið að senda einhverja umsögn til þingsins, en við getum gert okkar afstöðu sýnilega með öðrum hætti og það er það sem að íbúðarhreyfingin leggur til. Að við bara vísum þessu máli aftur til bæjarráðs og vinnum það upp á nýtt. Bjarki Gjörsson. Góði bæjarfulltrúar, aðrir. Áður en ég tjái mig þessar tillögur sem hefa komið fram, þá ætla ég nú að ræða almennt frumvarpið. Ég tjáði mig það í fundi í bæjarráðið. Þetta var á svona sjálfur við sama heygarðshornið og sjálfur ger ég alvarlegar athugasemdir við þetta frumvarp. Sem snýst það að einkaaðilum verði leyft að stunda smásölu áfengi. Og ég er andvígur þeirri markaðsvæðingu sem að frumvarpið felur í sér og mér finnst að hagnaðarsjónarmið eigi ekki að ráða svona mikið för eins og frumvarpið eiginlega felur í sér. Síðan er kveðið á í 23. grein frumvarpsins að opna fyrir auglýsingar. Það verður umdælt hér í samfélaginu en það er að vísu með ákveðnum takmarkunum. Það finnst mér líka athugavert. Þetta með aðgengið, það hefur náttúrulega við munum sjálfsagt öll allt öðruvísi tíma, póstkröfutíman og það allt en aðgengið er nú harla gott að mínu mati hér að áfengi og fjölga vínbúðum all land. Og síðan er það forvarnirnar, þær hafa elst, opin umræða, ekki þetta feimnismál sem áður var. Og ég tel að í því samhengi sé áfengis best geymd í því fyrirkomulagi, það er að segja innan vébenda ríkisins. Og það myndi opna á slæma þróun ef það yrði leyft áfengissala í matvörubúðum. Það sýna allar rannsóknir að aukið aðgengi að áfengi eykur sölu þess og þá leið vandamál. Landlæknisembættið hefur hjá þetta einstakir læknar bent á tengslum á milli vaxandi framboðs á áfengi og aukinnar tíðni sjúkdóma og vandamála. Þeir eru bæði andleg, þeir eru líkamleg og félagsleg og skaða lýðheilsu þjóðarinnar. Varðandi þær tillögur, ég ger mig ekki alveg grein fyrir hvort að fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar hafi verið með tillögu, eiginlega tvær að vísa þessu til bæjarráðs, tilbaka og líka að vera með einhvers konar ályktun hér. En það kom reyndar líka tillöga frá fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar að vísa til þjóðaratkvæði. Það nú bara því miður farvegur fyrir þjóðaratkvæði nú ekki sérlega skýr þessa mundir í íslensku samfélagi. Það liggja fyrir svona hugmyndir frá stjórnlagaráðum og þær safna nú ríki, þannig að ramminn utan þjóðaratkvæðagreiðslu nú ansi óskýr. En við erum hérna í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og áður en ég kem að afstöðu minni til tillögu Önnu Sigríðar sem var hér lesin upp áðan, rétt að það komi fram að það þó bæjarráð hafi tekið ákvörðun að senda ekki frá sér ályktun á þeim tíma. Þetta var til
afgreiðslu þar, þá gátu sjálfsagt allir gert það, einstaklingar, félagasamtakar og aðrir og ég sem bæjarfulltrúi Vinstri grænna og fulltrúi félagsdeildarinnar gerðum það innan þessara tímamarka sem var 17. mars. En það er þessi tillaga, ég styð hana sem kom fram og mun greiða atkvæði með henni hér á eftir. Ég hafði sjálfur samið, það var ekki tillaga, þetta er bókun sem ég hefði leggja fram, hún var nú í svipuðum anda og þessi tillaga sem var hér lesin áfram, þannig að ég lýsi við stuðningi mínum með framkomna tillögu. Takk fyrir. Það hefur komið óskum fundarhlé sem ég var búin að samþykja. Má ég aðeins svara á honum fyrst? Bara beilið fundarhlé. Það hefur komið óskum fundarhlé, ég held að það sé rétt að gera fundarhléið fyrst og svo það er möguleika. Fram á einkomandi blaðamálið. Í fundarhléi þá settust við nokkur hér niður og skoðuðum þann málflutning og tillöguflutning sem var hér fyrir fundarhlé og það var niðurstaðan var eftirfarandi tillaga sem hljóðar svo: bæjarstjórn Mosfellsbæjar beinir því til alþingismanna að samþykkja ekki áfengisfrumvarp það sem liggur fyrir Alþingi. Íslenskt samfélag hefur náð mjög góðum árangri í að minnka áfengisneyslu ungmenna, það sýna rannsóknarniðurstöður og þar hafa sveitarfélögin lagt þung lóð á vogarskálar. Fjöldi félaga og stofnana innan heilbrigðiskerfis og á sviði félagsþjónustu sem og frjálsra samtaka sem vinna að betri hag barna og ungmenna leggja sig samþykkt þessa frumvarps á grunni innlendra og erlendra rannsóknarniðurstaða. Áhrif aukins aðgengis að áfengi á ungt fólk. Allar rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi eykur sölu þess og leið vaxa þau vandamál sem áfengisneysla hefur í för með sér. Landlæknisembættið og einstakir læknar hafa bent á þau tengsl sem eru á milli vaxandi framboðs á áfengi og aukinna tíðni sjúkdóma og vandamála sem bæði eru af andlegum, líkamlegum og félagslegum toga og skaða verulega lýðheilsu þjóðarinnar. Félagslegar afleiðingar áfengisneyslu koma oftar en ekki til kasta sveitarfélagana og því eru það hagsmunir sveitarfélaga fyrir hönd barna og ungmenna að sporna gegn því að aðgengi að áfengi veri rýmkað frá því sem nú er. Orðið laust þessa tillögu. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið. Þeir sem að samþykkja hana gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir og móti. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Það er í öðru máli þarna. Já. Er það í öðru máli? Nei, í rauninni það sem ég ætlaði bara að gera. Það vantar sko mál 3 og 4 í fundabúið. Það er eitthvað skrítið. Eru þau, er þetta röng númering eða átt að vera númer 3 og 4? Það er 1, 2 og 5. Hérna, á Er 5. það- síðu í fundabúið. 8, 3 og 4. Það er Fossatunga og Gæðahandbók Mosfellsbæjar. Já, það vantar. Það er rétt. Það er þetta tvennt sem að er og það þarf að kannski að Ég geta frestað þess afgreiðslu þessa fundargerðar bara meðan að verið að rittar getur kannski Ég- gert hæfa til ljúkningar. ég sko þetta, þið voru nú öll á þessu eða vel flesta þar sem að við erum bara 3 sem að vorum hann ekki. Já, og ég er búin að lesa þessi fundargerð líka sko. Já, þetta er ekki inn í fundargerð. Þetta er ekki inn í fundargerðinni. Prontaður fundargerð niður hérna á minnum. Er það alveg vissum að það sé ekki inn í fundargerðinni? Jú, ég smerti það er í fundargerð. Það er í fundargerð Bæjarráðs sko, sem liggur fyrir fundinum. Ekki prentari. Nei, þú ert ekki ef þú ferð í fundargerð Bæjarráðs frá 1297. fundi þá eru þar 5 mál og þessi fundargerð liggur undir fundinum og aftur á móti hefur orðið eitthvað
einhver handbömm við útprentununa á Nei, þetta er svona inn í gerð- gafnum. Málin eru Sigurður, gerum horfin funda hér. Við hefum þá funda nýju. Við fundaboð þá hefur eitthvað rittast og dottið út af þeim dagskrárliðum sem voru í afgreiddir á þessum bæjarráðsfundi, að þá voru vantaði 3. og 4. dagskrárliðin á fundinum inn í boðaða dagskrá og ég ber það hér upp að það veri tekið fyrir á bæjarstjórnarfundinum að þessi dagskrárliðir verði afgreiddir með fundargerðinni þó að þeir hafi ekki skráðst inn. Þeir sem samþykkja það gjör svo ekki að merki. Takk fyrir, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er orðið laust það sem eftir er á þessari fundargerð. Við erum búin að afgreiða fyrsta liðin. Það er þá 2., 3., 4. og 5. liðurinn sem eru til umræðu. Haraldur, gjör svo vel. Það er eitthvað skrifað hér. Já, ok. Forseti, mér langaði nú bara að vekja athygli á því að hér undir máli nr. 2 okkar Mosó voru lagðar fram tillögur að hugmyndum sem fara skuli í íbúakosningu í kjölfar hugmyndasöfnunar verkefni sem að bæjarbúar hafa áhuga að láta vinna hérna í bænum sínum og að í því sambandi kom fram í bæjarráði að þátttaka í þessu verkefni var framar vonum. Það bárust, ef ég maður rétt eitthvað var ekki 140 hugmyndir eitthvað svoleiðis í hugmyndasamkeppnina og sumar voru eðli málsins samkvæmt að svipuðu meiði og það er búið að faghópur hér innan hús sem að vann úr þessum hugmyndum og lagði til við bæjarráð 25 af þeim færu í íbúakosningu. Íbúakosningun verður núna í lok mars. Þáttakan var góð eins og ég sagði, 140 hugmyndir. Þáttakan var betri hér, mun betri, hlutfallslega mun betri heldur en í þeim sveitarfélögum sem hafa reynt svona íbúarlýðræði með þessum hætti. Mér finnst það í fyrsta lagi hrós til þeirra sem að þessu hafa staðið, undirbúning þess að hafa staðið. Það að kynningar á þessu verkefni hafi tekist vel og að hljómgrunnur hafi verið góður sem og ekki síður hrós til bæjarbúa fyrir það að sýna bænum sínum þennan áhuga og að hafa skoðanir á því sem að hér er svona hluti sem að mætti gera betur mætti fara að gera öðruvísi. Og það verður spennandi að sjá hvernig þessi íbúakosning er fram, hvort að það heldur áfram það sem framkom í hugmyndasamkeppninum það að það verður það góð þáttaka í henni, ég vona svo sannarlega að það verði og svo að þessi verkefni verði framkvæmd þá í sumar sem að niðurstaða bæjarbúa verður að fari þá í og verði framkvæmd sem hluti af þessu tiltekna verkefni. Þetta er ánægilegt verkefni, hefur tekist vel, hingað til mjög vel hér hjá okkur og ég sé enga ástæðu til annars en það haldi áfram það sem að hefur gerst hér hingað til að þetta verði góð þáttaka og niðurstaða kosninganna verði spennandi. Ég vildi bara vekja athygli á þessu vorti. Fleiri sem að vilja tjá sig? Ef ekki, þá lít ég svo á að umræðum þessa fundargerð sé lokið. Þeir sem að samþykkja hana gjör svo ekki að merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 1298. fundar bæjarráð sem haldin var 16. mars. Orðið er laust þá fundargerð. Sigrún, gjör svo vel. Já, ég kem hér fram undir máli nr. 9. Yrkjusjóður beiðni stuðning fyrir árið 2017 og ég er hér mætt til þess að lýsa ánægju minni með það fyrir hönd íbúðarhreyfingarinnar að bæjarráð og umhverfisnefnd skuli hafa ákveðið að styrkja sjóðinn.
Við íbúarhreyfingunni höfum endurtekið lagt til að sjóðurinn verði styrktur og sem sagt því hefur verið hafnað hingað til en við erum náttúrulega bara mjög ánægð með þennan viðsnúning og finnst þetta gott vegna þess að verkefni er göfugt og til þess fallið að efla umhverfisvitund nemenda sem ekki veitir af því við Íslendingar eru samkvæmt PISA-könnun ekki mjög, nemendur eru ekki mjög vel á vegi staddir hvað það snertir samkvæmt niðurstöðum PISA-könnunar. Skólakrakkar þarna fá líka að spreyta sig á því að planta trjám, að spreyta sig á því að stunda skógrækt og öðlast þar með í leiðinni tilfinningu fyrir umhverfinu og hvernig hægt er að hlúa að því. Íbúarhreyfingin gleðst því yfir styrkveitingunni. Mér langar að bóka það. Verður það stutt bókun sem þú ætlar að senda? Eða er þú tilbúin? Já, hún ætti að vera hérna í póstinu hjá mér. Ekki rétt að við gerum stutt fundarhlið þá. Fleiri sem að vilja ræða fundargerð 1298. fundar bæjarráðs. Kolbrún gjör svo vel. Ég að senda lagfært. Já, forseti, mér langar líka til að koma undir sama máli varðandi yrkjusjóðinn af því að við erum svolítið búin að ræða þetta mál og það er ótrúlega hvað sum svona mál af þessu tagi verða oft risastór í okkar umfjöllun en þetta mál fór til umhverfisnefndar og mér langar aðeins til að lesa bókun umhverfisnefndar, forseti, ef ég má. Gjör svo vel. Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar leggur áherslu á að skólar bæjarins sinni skógrækt og nemendur séu fræddir mikilvægi hennar. Nefndin styður það heils hugar að fræðslusvið og skólar bæjarins sinni vel þessu verkefni hér eftir sem hingað til en leggur leið áherslu á að haft verið samráð við umhverfissvið Mosfellsbæjar hvar trjám sé plantað hverju sinni. Umhverfisnefnd mælir með því að Mosfellsbær styrki yrkjusjóð 150.000 krónur samanber bréf frá sjóðnum dagsett 20. nóvember 2016. Jafnframt leggur umhverfisnefnd til að Mosfellsbær endurskoði þessi mál til framtíðar. Og ég bara að segja það að svo bara það allir viti það hvaðan þessi peningur komi eða hvert við erum að þessi peningur fer af fræðslusviðinu inn í yrkjusjóð í þeirri von að skólarnir sækju styrk í sjóðinn. Þeir hefðu líka geta farið beint af sviðinu til skólana. Sem að það var ástæðan fyrir því að þessi hefur alltaf verið hafnað. En yrkjusjóður að vinna gott verkefni og við erum ekki á móti yrkjusjóði en við erum með eyrnamerkt fé inn á okkar sviðum til skógræktar í Mosfellsbæ. Og ég held að þessi síðasta setning jafnframt leggur umhverfisnefnd til að Mosfellsbær endurskoði þessi mál til framtíðar og ég ætla bara að vona það og ég veit það að yrkjusjóður mun sækja styrk árlega næstu árin að við förum ekki að sitja hér við þetta borð og þrasa það hvort við ætlum að styrkja yrkjusjóð eða ekki heldur verðum bara búin að leggja okkar línur í samvinnu við okkar skógræktarfélag og okkar skóla með okkar svið hér uppi, fræðslusviðið og umhverfisviðið og við erum búin að ákveða hvernig við ætlum að hafa þetta. Við þurfum engan yrkjusjóð til og þá ég lítið úr yrkjusjóði. Við getum alveg gert þetta sjálf. Hann að vinna frábært verkefni, ég vil alls ekki tala hann niður en við getum jafnvel gert þetta sjálf. Þannig að ef við erum nú ekki eins og víst að skólarnir muni sækja styrkin, þú þarft að sækja styrk. En styrkurinn upp á sviðunum, hann út í skólanum. Hann inn í kennsluáætlunum að bæta inn trjáræktinni og allir því sem því fylgir náttúrufræðinni allir saman og enda svo á okkurum útidögum þar sem við förum út og plöntum trjám. Ég get ekki annað að segja að þetta verði bara besta verkefni sem hver kennari getur farið í kannski mögulegi samráði í framtíðinni við skógræktarfélagið og þannig leggjum við eitthvað plan það hvernig við ætlum að rækta og stunda okkar trjárækt hér í Mosfellsbæ.
en við þurfum ekki yrkjusjóðinn. Þannig að það er svona það sem ég er að skoða, er að svona benda á. En við tókum þess ákvörðun, ég stóð bara samþykkt hana í þetta sinn. Svo held ég að ári þá verðum við búin að ákveða hvernig við ætlum að hafa þetta og ég treysti umhverfisnefndinni og Skógræktarfélaginu og öllum sviðanum hérna uppi sem koma að trjáræktarmálum til að bara að búa til eitthvað plan sem við sem bæjarfélag og skólarnir okkar og allir með geta fyllt. Það er svona það sem að mér finnst vera bara okkar hlutverk en sjóðurinn gott og vel ef að hann mun sinna áfram sínu verkefni en við getum gert það jafnvel bara betur hér í okkar bæjarfélagi sjálf. Takk fyrir. Sigrún Gjörsvöld. Já, ágæti forseti, ég er nú svolítið undrandi að heyra þessa ræðu Kolbrúnar. Það er þannig mál með vexti að einhverja hluta vegna er ekki gert ráð fyrir neinum styrkjum til umhverfismála í Mosfellsbæ. Íbúðarhreyfingin hefur lagt það til að umhverfissvið eða umhverfisnefnd fái að það verði stofnaður umhverfissjóður þaðan sem útdeilt er fé í þau verkefni sem vert er að vinna í Mosfellsbæ. Bæði hvað varðar skógrækt og önnur verkefni, náttúruvernd, fræðsluskipti, umhverfisfræðslu hvers konar og svo framvegis. Það er nú einu sinni þannig, nú er Kolbrún farin fram, en nú er það nú einu sinni þannig að önnur svið, til dæmis segjum við eins og fjölskyldusvið, það fær ánafnað á ári hverju ákveðnu upphæð til þess að styrkja félagasamtök sem eru að vinna í þágu almennings, í þágu almannahagsmuna. Og það ætti náttúrulega alveg eins að gilda í umhverfismálum eins og öðrum málum. Það er ekki, það er bara ekki ástæða til að taka umhverfismálin alltaf út fyrir sviga og láta eitthvað annað gilda en þau, heldur en aðra starfsemi. Það sem er svo merkilegt við þetta verkefni er það að þetta er verkefni á landsvísu og það heldur utanum þetta verkefni á landsvísu og sér til þess að halda því lifandi. Og þeir líka stunda fræðslustarf skógrækt, þeir halda úti vefum skógrækt og þeir líka leiðbeina skólanum í skógrækt. Og að þessi sjóður haldi utan þetta verkefni á landsvísu er bara mjög mikilvægt. Vegna þess að í leiðinni sér hann að þetta deyji ekki. Við eigum það á hættu ef að svo ber undir að einstaka til dæmis sveitarfélög missi áhuga á þessu verkefni. Þú veist, þannig að þetta er svona almannahagsmunamál og þess vegna höfum við líka verið að tala fyrir þessu ár eftir ár og þess vegna gleðjumst við líka yfir því að það hafi orðið viðsnúningur og að nú eigi að styrkja sjóðinn vegna þess að hann stendur illa. Hingað til, og við skulum ekki gleyma því, hefur þessi sjóður gefið Mosfellsbæ fleiri þúsund plöntur endurgjaldslaust til þess að gróðursetja hann. Og þannig að þetta er líka svona þetta eru líka góðgerðarsamtök, þó að þau séu þannig stödd núna að þau þurfi að sækja styrk. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Theodór Gjörsvöld. Forseti, ég ætla ekki að fara að gera stórmál úr þessu, en ég finnst samt eins og kannski hefur komið hérna fram að yrkjusjóður og
og hann er stofnaður á grundvelli þess að það var seld bók og svo var til fé og vöxtunum á að eyða í dreifingu plantnanna. Hann hefur ekkert hlutverk þannig lagað eins og hann hafi eitthvað hlutverk sem einhver hafi falið honum. Hann er sjálfsprottinn og það er svolítið munur á því. Og verkefnið er gott, það er óumdeilt. Hér er engin inni sem að andmælir því. Það er engin hérna inni sem að vill eitthvað sjóðnum illa eða neitt. En það er bara varð, eins og kemur fram í erindið þeirra. Nú er svo komið, með leyfi forseta, nú er svo komið vegna fjármagnstekjuskatts og hærra verð á plöntum sem fara að þrengja verulega möguleikur sjóðs til úthlutunar. Það er að segja, og hann hefur gert góða hluti og allt góður með leið með það. En hann er sjálfsbrottinn, við höfum svo tekist á hvort við séum að stunda þetta sjálf eða ekki og hvaðan féð er tekið, en ég er kannski komin í hring, sko. Eins og peningarnir, þeir fara í hring. Þeir fara í hring peningarnir, sko. Og ég var kannski að hugsa bara eins og Sigrún sagði, eins og hún nefndi fjölskyldusvið og það er féð til að deila til góðra verkefna og kannski næst, og þessi ákvörðun, ég held að og öll umhverfismál eru fín og kannski ættum við hugað í næst að jafnvel þá taka þessar sömu fjárhæð og búa til og láta þetta verða stofnfjárhæðina í þeim sjóðu sem kannski Sigrún að nefna, við eigum hér sjálf til að deila til verkefna, þannig að skólandi geta sótt þetta hér sjálf og við fylgt í eftir. Kannski takti við það sem að bæjarfulltrúi Kolbrún var að nefna hérna áður það hvað kemur fram í bókun umhverfisnefndar. Þannig ég held að maður hætta svo þessar umræður dálítið Virkisson, ekki það ég hef umboð til að biðja mér að hætta því, en ég held að það komi pínu nóg á þessu, en ég sammála Sigrún þetta, ég líka ósammála hvernig kannski hún berða á borð, þar að segja hér er engin andsnúð, ég heldur bara við höfum verið að takast aðeins á formið. Þannig að, já, nóg það, takk. Fleiri hafa ekki hvað sér hljós. Umræðum er lokið, þeir sem að staðfesta fundargerð bæjarráðs skulu svo gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 335. fundar fræðslunefndar. Orðið er laust fundargerðina. Kolbrún, gjör svo vel. Já, forseti, mig langar að ræða hérna mál nr. 1, reglur skólaakstur. Það er löng hefð fyrir skólaakstri hér í okkar bæjarfélagi. Hér náttúrulega er byggðin dálítið dreifð og við höfum orðið mikla reynslu af skólaakstri, en nú er svo komið að við þurfum það var ákveðið að gera tillögu að breytingu á reglunum. Það sem að áður fyrr var reglan svo að hérna ef þú bjóst í 1,5 kílómetra frá skóla eða lengra, að þá áttir þú rétt á skólabíl, þá á barnið rétt á skólabíl, eða skólaakstri. En þar fyrir utan þá á það ekki rétt að því. En það var ákveðið að endurskoða þetta og núna er þetta bundið við hverfi, ef barnið býr í tilteknu hverfi að þá á það rétt á skólaakstri. Þannig að þessi 1,5 kílómetris regla, hún víkur burt. Þannig að það var eiginlega það sem að ég vildi bara benda á í þessu samhengi. Og þetta er náttúrulega eins og hverfi eins og Leirvogstungan og Reykjahverfið og Helgafelli þegar að við þurfum á tímabundi á því að halda á skólaakstri. Að það var helst þessi þrjú hverfi sem að þurfa á skólaakstrinum að halda. Þannig að ég vildi bara svona benda á þessa breytingu, forseti. Sigrún, varst þú ekki að biðja orðið þegar? Jú, aðeins. Gjör svo vel. Fleiri hafa ekki hvað sér hljós. Umræðum er lokið, þeir sem að samþykkja fundargerðina gjör svo gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 432. fundar skipulagsnefndar sem var 13. mars. Orðið er laust fundargerðina. Já, ég kem hér fram undir máli nr. 3, athafnasvæði í Mosfellsbæ, möguleg breyting á svæðisskipulagi. Og mér langar að gera umræðuefni skýrsluna eða samantektina sem að fylgdi
fylgdi þessu erindi stendur til að óska eftir því að það verði gerða breytingar á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins á vaxtamörkunum og hugmyndin að svona að því að virðist aðal hugmyndin sem eða aðal ástæðan fyrir því það virðist vera þessar tillögur gagnaver á Hólmsheiði. Það fylgir sérstakt það bréf með sem heitir rökstuðningur. Ég hefði viljað hafa nafn á svona skjali sem gefur til kynna innihaldið. Maður verður maður getur ekki alltaf leita upp í skjöl eingöngu ef maður verður að geta leita upp í skjöl óháð því í hvaða fundargerðu eru. Þannig að mér langar að biðja ykkur að bæta þetta, en það sem ég vildi tala það sem sagt þessi skýrsla sem fylgir, sem mér finnst ansi stuttaraleg og það stuttaraleg að varla sé hægt að taka þá ákvörðun á grundvelli hennar að við ætlum að stækka hér bæjarmörkin eða sveitafélagsmörkin. Málið að til dæmis, það þarna í fundargerð, já, það svolítið sem sagt, þið afsakið, en það þannig að skýrsla verkfræðistofu samantekt á því sem sagt hverslags svæði þetta eru, svona stuttar lýsingar og einhver flokkun á því sem sagt hver landgæði eru á hverjum stað. Þar til dæmis sem sagt talað verndarsvæði. Eitt af því sem talað þarna í skýrslunni, það eru verndarsvæðin og það sagt sem sagt smá umfjöllun það í hverju máli fyrir sig. Eitt af þessum athafnasvæðum Esjumelar í Reykjavík. Og þar segir í þessari skýrslu: engin verndarsvæði vegna náttúru og vatnsvernd á eða í nágrenni Esjumela. Samt liggur Leirvogsáin að Esjumelu. Leirvogsá og laxveiðiá sem bara heilmikil veiði í. Auk þess sem Leirvogsár eru á náttúruminjaskrá. Leirvogsá bara mjög mikilvægt vatnsfall fyrir Mosfellinga og alveg nauðsynlegt að það sé gerð grein fyrir því þegar ef að yfir höfuð verið að gera grein fyrir þeim svæðum sem ræða, þá verður að segja frá því hvaða verndargildi þau hafa í rauninni. Það ekki verið að segja frá því þarna hvert verndargildið Nákvæmlega sama á við. Síðan sagt til dæmis, síðan einn liður í þessari skýrslu íbúðabyggð. Og það sagt þarna að það sé engin íbúðabyggð við Esjumela. Varmadalur þarna rétt hjá og einhverju fleiri staðir þar sem fólk býr. Þannig að það þarf eitthvað að endurskoða þessi gögn sem við eigum að byggja þessa ákvörðun á. Annað athafnasvæði eru Tungumelar. Þar undir liðnu verndarsvæði sagt: engin verndarsvæði vegna náttúru og vatnsvernd eru á svæðinu. Leirvogsá nýtur hverfisverndar sem liggur norðan við svæði. Hér eru aftur ófullnægjandi upplýsingar vegna þess að það náttúrulega í rauninni Tungumelum skipt í tvennt, vestur og austur svæði eða hvernig það nú var.
eða suður og norði, ég man það ekki. En sko, tungumelar eru rammaðir inn af Köldukvísl og Leirvaxa. Báðar þessar ár hafa heilmikið verndargildi. Þetta er rennandi vatn og þær hafa verndargildi. Önnur, sem sagt, Ósar, Leirvogsár eru á náttúruminjaskrá. Það er friðlýstu foss í Köldukvísl og svo framins. Og þetta kemur ekki fram í þessari skýrslu. Það er ekkert talað útivistarsvæði. Samt er þetta á bæjarmörkunum, þar sem útivist er að hluta til bara heilmikið, mikið hestasport og eitt og annað sem að þannig að okkur finnst þetta ekki vera fullnægjandi upplýsingar til þess að byggja ákvörðun á í þessari skýrslu og og leggjum til að þessi skýrsla verði endurskoðuð og hún endurbætt þannig að hægt sé að taka ákvörðun. Já, kannski áður en að ég gef Ólaf Inga orðið að það hlýtur að vera einhver misskilningur í að ég held að þessi tillaga hér sem er að leggja fram fjall ekkert um að stækka eða færa til sveitarfélagamörkin eða það sé bara alveg skýrt en Ólaf Ingi gjör svo vel. Vaxtarmörkin. Forseti Bæjarhöllvar. Ég kem hér undir sama máli, þessi máli númer skipulagsnefnd og ég kannski að segja að hér nýtt mál að ræða þó að uppruni þess kannski sé í öðru máli. Það sé umsókn Símans á síðasta ári nokkuð stóra lóð, 5.000 fermetra lóð í landi Sólheima og jafnframt möguleika á forkaupsrétti á enn meira landi. En ég ætla ekki að ræða það mál hér svo sem en minni þó á bókanir okkar í Samfylkingunni og varnaðarorð í því máli þegar það var á dagskrá. Hér erum við semst að taka afstöðu til nýs máls, það er að segja og máli snýst hvort opna ég fyrir það í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins og jafnframt þó í aðalskipulagi Mosfellsbæjar að Sólheimaland væntanlega við að tala um það. En það er svo sem ekki skýrt í gögnum málsins sem Sólheimaland sem þá opið skilgreinað sem opið og óbyggt svæði í núverandi skipulagi og breyta því í athafnasvæði fyrir græna orkufreka starfsemi. Þetta mál snýst sem sagt ekki lóðaúthlutun, heldur skipulag á þessu stigi eða öllu frekar breytingu á skipulagi, hvað svo sem síðar verður. Vissulega geta það verið gott fyrir Mosfellsbæ að geta boðið upp á athafnasvæði sem hefur þann augljósa kost að vera nánd við öflugar orkulínur sé það ætlunin að laða til sveitarfélagsins starfsemi sem gerir kröfu til slíkra kosta. Eða eins og segir í bókun fulltrúa Samfylkingarinnar í skipulagsnefnd með leyfi forseta. Uppbygging athafnasvæðis fyrir umhverfisvænan, grænan og orkufrekan iðnað er jákvæð fyrir samfélagið í Mosfellsbæ. Staðsetning sem hér er rædd hentar vel út frá sjónarmiði orkuöflunar og nálægðar við höfuðborgarsvæðið og Samfylkingin er hlynnt grænni orkufrekari starfsemi sem starfar í sátt við umhverfið sitt. Við gerð síðasta aðalskipulags má segja að þau mistök hafi verið gerð að ekki var gert ráð fyrir athafnasvæði fyrir umhverfisvænan orkufrekan iðnað á þessu svæði. Tilvitnun lýkur. Með þessari tillögu er verið að gera tilraun til þess að bæta úr þessu og styðjum við fulltrúa Samfylkingarinnar það. En við höfum jafnframt áhyggjur. Áhyggjur af því að vera fyrsta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu til þess að óska eftir því sem ég myndi þó kalla grundvallarbreytingu á svæðisskipulagi sem sátt hefur ríkt og við óttumst að þessi ósk breytingu þessa geti haft fordæmisgildi inn í framtíðina. En ef við lítum, það eru auðvitað kostur og gallar í svona máli og ef við svona kannski súmurum það svolítið upp og förum kannski í kostina
þá það ótvíræður kostur hversu nálægt þetta svæði við stofnbraut og það gott aðgengi og þetta Suðurlandsvegur liggur þarna rétt hjá. En líka viss kostur að svæðið óbyggt að stærstum hluta. En þó má kannski líka segja að það sé líka ákveðin ókostur vegna þess að þarf að fara þarna inn á óbrotið land. En það engin íbúðabyggð, það talið kostur þessi engin íbúðabyggð nærri svæðinu að sagt og mjög stutt í tengivirki og því henta svæði vel fyrir gagnaver og orkuferga starfsemi. Það einnig sagt að byggingarhæfi landsins gott, landhalli lítill og engin mýri á svæðinu. Samt vitum við það að stór hluti Sólheimalandsins landsins tjörn eða flói, þannig að hér hlýtur að vera átt við stærra svæði heldur en Sólheimalandi sjálft. Það hlýtur að vera gert ráð fyrir því að menn vilji stækka umfram þau landamörk. Og það líka kostur að landið að hluta í eigu Mosfellsbæjar. Á neikvæðu hliðinni getum við kannski sagt eins og ég sem áður ekki að svæðið ekki skipulagt fyrir athafnastarfsemi af neinu tagi. Og það utan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins. Og það innan græna trefilsins og það á öryggissvæði fyrir yfirborðsvatn sem kallar á ítrustu varúð við framkvæmdir á svæðinu. Og þetta kallar líka á að það þurfa að gera breytingar á ný samþykktu svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins og það, eins og ég hef rakið hér áður, gæti verið fordæmisgefandi. Og svo einnig að lokum kannski að þá náttúrulega hugsanlegt að það verði af þessu sjónmengun eins og öðrum byggingum sem að standa á náttúrusvæðum. Ef þetta fer í skipulagsferli þá þurfum að vera opið fyrir þeim athugasemdum sem munu berast og við þurfum að fara vel yfir þær með opnum huga. Verði niðurstaðan á þann veg að svæðisskipulagsbreytingi verði samþykkt og uppbygging hefjist á svæðinu í kjölfarið, skiptir öllu máli að vel verði að henni staðið. Með tilliti til hagsmuna bæjarfélagsins og þar með eru taldir umhverfislegi þættir. Svo langar maður hérna að lokum undan orðum bæjarfulltrúa Sigrúnar Pálsdóttur að taka kannski að hluta undir hennar gagnrýni. Mér hefði fundist að gögn málsins mættu vera ítarlegri og til að mynda þá fannst mér það þegar ég var að kanna þetta mál þá vantaði tilfennilega kort sem gerði grófum dráttum nokkurn veginn, sýndi okkur í grófum dráttum hvaða svæði við erum að tala um. Og já, þetta mjög grófu drættir sem Haraldur að sýna mér allt höfuðborgarsvæðið. Svæðisskipulag. Já. En í grófum dráttum hvað eru við að sækja breytingu á svæðisskipulaginu? Það það sem mér finnst vanta. Mér finnst bara allt til að gera athugasemd við það. Mér finnst líka allt til að menn taki markaði og bara kippið í lag. Takk fyrir. Haraldur Björnsvel. Forseti, þá að ræða þetta sama mál, þannig að tillögu og breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins eða umfjöllun það athafnasvæði á Hólmsheiði í landi Mosfellsbæjar undir grænan orkufrekan iðnað. Fyrst segja það að það sérstakt verkefni á vegum sóknaráætlana höfuðborgarsvæðisins og núna undanfarin ár, það held ég hafi verið 8 milljónir í ár af fé sem varið í þá áætlun frá ríkinu í það að laða til sín starfsemi sem þessa. Það að segja að það hefur verið mynduð það stefna meðal sveitarfélagana hér á höfuðborgarsvæðinu sem aðild eiga að samtöku sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sem eru sömu aðilar og standa á bak við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins að það sé æskilegt og að svona starfsemi sé festi rætur og hefjist verði á höfuðborgarsvæðinu og þetta fé til þess að búa til gögn og að gera á þeim aðilum, vantarlega flestum erlendum, kleift að afla sér upplýsingum og sjá hvaða hagur í því að vera með starfsemi þess á þessum svæði. Og þannig að það í sjálfu sér búið að gefa út þau skilaboð
af höfuðborgarsvæðinu, samtökum þeirra, sem öll sveitarfélögin hér hafa aðild að við hér á þessu svæði viljum starfsemi sem þessa. Það hins vegar í svæðaskipulaginu ekki mjög margir staðir sem komið til greina fyrir starfsemi sem þessa, þegar að var gáð. Og þess vegna tel ég það hafa verið hárrétt og fullkomlega eðlilegt skref að gera þessa samanburðarskýrslu sem hér liggur fyrir málinu. Og ég bara vek athygli á því að ég ekki viss að margar tillögur að breytingum að svæðaskipulaginu almennt þá hafi legið fyrir eins góð gögn eins og hérna. Það er að segja að svæðaskipulaginu sem borin saman með þessum hætti og að reifa þeirri kostur og gallar þeirra og hvar væri skynsamlegast að hafa starfsemi þessa sem að höfuðborgarsvæðið er greinilega sammála að sé æskilegt að verði hér. Menn geta síðan farið út í það að velta því fyrir sér að okkur aðalskipulagi Mosfellsbæjar á sínum tíma, því að það var endurskoðað hér fyrir 4 árum síðan eða svo, 6. Ég held að myndar að síðan 8 ár síðan svo endurskoðun hófst og á síðan að hefjast aftur núna eftir 1 ár á nýju kjörtímabili. Okkur það var ekki svona. Það má líka velta fyrir sér að okkur svæðaskipulagi tekur ekki til þess að þær breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur að færa í burtu atvinnustarfsemi á stórum stíl frá þeim, það ekki til þess að sé einhvers veginn að koma þeirri atvinnustarfsemi niður. Það er örugglega mjög stutt í það að það þurfum að koma með tillögu að breytingu á svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins til að taka á móti öllum þeim atvinnufyrirtækjum sem Reykjavíkurborg hyggst flytja í burtu á næstu árum. Í Vogum og Höfðum. Það er bara því miður ekki bara pláss fyrir þær á Helsingborg. Eða upp í Álfsnesi. Og þess vegna er líklegt að einhver sveitarfélög, kannski Mosfellsbær, komi með tillögu að breytingu á svæðaskipulaginu til þess að þessi atvinnustarfsemi geti verið hér á höfuðborgarsvæðinu áfram, en þurfum ekki að fara upp í borgarnes, Akranesi eða Árborg, eins og staðan eins og núna geti gefið tilefni til. Þannig að ég held að við verðum að varast af hugsun að skipulag, það er stefnumörkun. Svæðisskipulag, aðalskipulag, deiliskipulag, þetta er stefnumörkun. Þetta eru kannski stærstu og mikilvægustu stefnumarkanir sem sveitarfélög gera. En þau eru ekki greitt í stein og þau verða að eðli málsins samkvæmt að vera til umfjöllunar á hverju sinni og ég er ekki hræddur við það að við séum að fara á stað með óskum það að breyta svæðaskipulag höfuðborgarsvæðisins. Það er reyndar ekki fyrsta breytingin á svæðaskipulaginu, það liggur fyrir beiðni reyndar frá öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins sem að breyta þessu ágæta svæðaskipulagi til þess að koma fyrir borgarlínu. Það liggur fyrir, það er núna í auglýsingu breyting á svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins til að borgarlínan geti orðið til í þeirri mynd sem hún á samkvæmt tillögum að vera. Þannig að þetta er ekki fyrsta breytingin á svæðaskipulaginu, en þó svo væri. So what? Skiljiði. Við verðum að, ég er ekki hræddur við breytingar og vona við séum ekki hræddur við breytingar hér við þetta borð. Og við þurfum alltaf að vera reiðubúin til þess að endurskoða þá stefnumörkun sem hefur verið mörkuð með tilliti til aðstæðna hverju sinni. Í þessu tilfelli er verið að breyta vaxtamarkalínu, eða óskandi breytingum á vaxtamarkalínu. Og það er nú reyndar bara þannig að það eru mjög margir sem stóðu einfallega þeirri meiningu að vaxtamarkalínan hefði ekkert með atvinnustarfsemi að gera. Heldur hefði bara með íbúðarveg að gera. Ég ræddi þetta til dæmis á stjórnarfundi samtaka sveitarfélagsins á höfuðborgarsvæðinu og þar voru flestir bæjarstjórar höfðu þann skilning að það var með þeim hætti. Og græn orkufrek starfsemi eins og þessi, hún á eðli málsins ekki heima inn í byggð eða svona inn í þéttbýli. Hún þarf að vera einhvers staðar svolítið út úr, bara eðli starfseminnar er þannig.
og ef að við viljum laða til okkar starfsemi sem þessa, sem senist að við séum nú svona bara almenn sáttum, að þá þurfum við líka að takast á við það breytingar eða breytingar sem þarf að gera á því regluverki sem höfum til að geta tekist á við það. Þannig að ég bara fagna því að þetta mál sé komið á þennan rekspöl, burtséð frá því hvort að eitthvað fyrirtæki sýni áhuga á því að reisa starfsemi sín á þessum stað. Þannig að við, Mosfellsbær, höfum svæði afmarkað í skipulagi sem að getur boðið upp á starfsemi sem þessa. Og nýtt okkar orkuauðlindir á skynsaman hátt, umhverfisvænan og grænan hátt. Það hefur örugglega verið meiri deilur það að það hefur verið að breyta svæðisskipulagi til að koma fyrir álveri einhvers staðar innan bæjarmarka Mosfellsbæjar. Ég hef til dæmis ekki verið sammála því að það hefur verið lagt til slíkar breytingar. Mér finnst þetta hins vegar allt annars eðlis og í raun og veru í anda þess sem við höfum viljað sjá hér. Hvað var að skýrsluna sem slíka? Svo sem við nennum nú ekki að fara mikið að ræða hér einstaka staði. Esjumelar eru töluvert langt frá Leirvogsá, tengjast með engum hætti, liggja ekki að þeirri á. Og þar bara bæði Esjumelar og Leirvogstungumelar eru samkvæmt aðalskipulag annars vegar Mosfellsbæjar og hins vegar Reykjavíkur gilgreind sem athafnasvæði. Og Esjumelar til dæmis eru miklu innan gæsalappa óhreinni starfsemi heldur en grænn orkufrekur iðnaður að þessum toga. Þannig að það hefði nú sjálfsagt verið betra fyrir umhverfið eða eitthvað slíkt að þessi starfsemi yrði þar staðan fyrir þá sem að þar er ráðgerð samkvæmt aðalskipulag Reykjavíkur. En það hins vegar aðrir þættir sem að komið vekk fyrir það. Það fyrst og fremst að það langt í orku. Og það mjög stór og dýrmæt breyta í því hvar svona starfsemi sem þarfnast orku, hvar hún best niður komið og það samkvæmt þessari skýrslu á 2 stöðum við vellina eða álverið Straumsvík í Hafnarfirði og Hólmsheiði. Þetta eru samkvæmt þessari úttekt sérfræðinga frá AFI sem hafa að mínum viti unnið bara mjög góða vinnu og tekið þessi svæði og gert svo eins og vanin þegar svona vinnu er gerð og metið og komast þessari niðurstöðu. Ég get örugglega vinna til Mjög mikilvægt mál sem að skipulagsnefnd þarf að ræða. Og þetta þarf að fara inn í skipulagi. Hef ég þá funda 9. Haraldur, gjör svo vel. Já, forseti, það er verið að ræða deiliskipulagstillögu að breytingu á deiliskipulagi miðbæjarins. Ég ætla nú reyndar ekki að vera hér mjög langorðið, það er nú, þetta sé 3. fundurinn í röð sem er búið að ræða þetta tiltekna mál. Það sé ekki búið að ræða þetta svona hérna í svona cirka 5 klukkutíma. Orðið ágætt að þetta fái að fara í sitt skipulagsferli og til kynningar og fá álit íbúanna á því. En ég vil þá segja að því að það er hér haldið fram að hér sé ekki búið að vinna deiliskipulag, að það sé ekki nægilega vel unnið deiliskipulag fyrir miðbæinn, þessi breyting. Það kann vel að vera og sjálfsagt er það þannig að viðkomandi bæjarfulltrúi hefur þá skoðun og þá líka áherslufulltrúi þess framboðs í skipulagsnefnd, en það er nú reyndar þannig að ég er því bara ósammála og ég held ég tala nú fyrir mun fleiri í því sambandi. Það liggur hér fyrir deiliskipulagsuppdráttur þessara tilteknu breytingar, það liggur fyrir skýringaruppdráttur, það liggur líka fyrir ítarlegt kynningarefni þessara breytingar sem var nú held ég tilefni til minnst kosti 2 tíma umræðinu hér í bæjarstjórn fyrir cirka bát 2 fundum síðan, þar sem að tiltekin stemmingsmynd í þeim uppdrætti var talin óæskileg sem hluti af því kynningarefni. Ég ætla nú ekki að fara að lengja þá umræðu, en þannig að ég er nú þeirra skoðunar að þarna séu ágætlega unnin gögn og vel ágætlega til þess fallin að fyrir skipulagsnefnd bæjarstjórnar að taka afstöðu til.
Það hins vegar örugglega ágætt og efast ekki að það verið gert, það verið búnar til þegar þetta er í kynningaferlinu frekari myndir, svona þrívíddarmyndir af þessu svæði og reyndar veit ég til þess að það nú búa til einhverjar. Það mjög kosti byrtust í Mosfellingi núna síðast 2 myndir sem að arkitektarnir gerðu til þess að varpa frekar að ljósa á það hvað hugmyndir þarna að eiga sér stað. Nú síðan var líka því haldið fram að þetta væri ófullnægjandi alls saman vegna þess að það væri ómörg bílastæði, það væri svalagangar og það væri há hús og það vantaði samhengi við annað í umhverfinu. Hvað var það samhengi? Þá var að vísa ég til þess að þetta er náttúrulega bara hluti af deiliskipulagi miðbæjarins og það liggur fyrir. Það þarf að horfa á þetta í því samhengi. Það liggur fyrir deiliskipulagi miðbæjarins, það er ekki verið að breyta neinu öðru en þessum tilteknum lóðum og þess að horfa menn á það í því samhengi sem að er núna í gildi varðandi deiliskipulagi miðbæjarins. Og svo held ég líka hvað var það hæð húsana og svalaganga í þessari tiltekna húsi, það sem á að vera verslun og þjónusta á jarðhæð og íbúður öðru hæð. Og það er einfaldlega bara vegna tæknilegra örðurleika við það að koma fyrir lyftuhúsum þegar að svoleiðis hús er að ræða. Og á þeirri ástæðu er verið að gera tillögu breytingar á deiliskipulagi, hvað það varðar. Hæð húsana, það er líka verið að breyta deiliskipulaginu hvað það varði. Í núgildandi skipulagi gert ráð fyrir 3 til 4 hæða húsum. Í þessari tillögu gert ráð fyrir 3 til 5 hæða húsum. Það er að segja á sumum stöðum geti hæð húsa farið upp í 5 hæðir. Og ég held að það sé bara líka þannig að þeir sem standa þessari tillögu eru þessara skoðunar að það sé rétt að láta þetta fara í kynningum í þessum hætti. Aðrir greinilega því ósammála og þannig er það bara. Það er ekkert athugavert í það í sjálfu sér. En við hér í meirihluta fulltrúar D.A.V. með heyrðist nú að reyndar að fulltrúar S-lista væri svona því sammála að teljum það skynsamlegt að þetta fari svona kynningu. Auðvitað líklegt að einhverju athugasemdir komi fram. Það er eðli svona lýðræðislegs ferlis eins og deiliskipulagsferlis og þá þarf alltaf bara skipulagsdeild að taka þær ábendingur og athugasemdir og yfirfara þær og gera úr þeim deiliskipulag sem að tekur til sem flestra sjónarmiða. Þannig er nú þessi stefnumörkun, skipulagsstefnumörkun yfirleitt að það er svona málamiðlun og reynt að taka tillit til eins margra sjónarmiða hægt er. Þannig ég er ánægður með það að þetta sé að fara í gang, uppbygging miðbæjarins sé að hefjast. Mér finnst þetta rétt skref og er alveg viss það að til framtíðar verður það Mosfellingum þjónustu við þá til framdráttar og þess vegna langar okkur hér bæjarfulltrúum D.A.V. til þess að bóka hér örstutt, ekki neitt sérstaklega til þess að svara einhver annarri bókun, heldur bara til að lýsa afstöðu okkar til þessa máls að bæjarfulltrúar D.A.V. fagna tillögu að nýju deiliskipulagi miðbæjar Mosfellingar. Við töljum að hún muni styrkja heildstæða miðbæjarmynd og efla verslun og þjónustu í bæjarlífinu, fjölgun íbúða í miðbænum styðji við stefnumörkun svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins borgarlínum. Og mörg voru þau orð. Svo held ég að forseti að við ættum að fara að láta þessar umræðum þetta ágæta deiliskipulag lokið. Þetta er 3. fundurinn í röð og 70 klukkutími sem þetta er rætt. Varðandi þriðja málið, þá gaf ég ekki færi á að bóka áðan, það er kannski... Má ég svara? Já. Er einhver að svara? Forseti? Ég var ekki að svara neinu. Nei, en tökum það bara þá eftir bókun varðandi þriðja mál, en Sigrún, gjör svo vel, vildur þú? Já, ágæti forseti. Já, mér langar að koma nokkrar athugasemdir við það sem að Haraldur var að segja hérna. Hann talaði stemningsmynd sem að við höfum verið að setja út á í gögnunum. Málið er það að
þessi stemningsmynd, hún var til þess ætluð að skýra hugmyndina á bakveita skipulag og það var samdóma álit fleiri en íbúahreyfingarinnar að hún væri villandi. Og hún gæfi ranga mynd af því sem að þarna ætti að gera. Það eru engin skýringatextar við skipulagið og ég veit ekki hvernig á því stendur búið að leggja af greinargerðir með skipulagsbreytingum. Skipulagsstefnun hægt að fara fram á það að sveitarfélög útskýri í hverju breytingarnar felast og að hvaða leyti þær eru öðruvísi en fyrirliggjandi skipulag. Er það hægt? Ég minnist þess að hafa lesið athugasemdir Skipulagsstofnunar einmitt miðbæjarskipulagið fyrir nokkrum árum, þar sem einmitt gerðar athugasemdir við það að það var ekki gerð grein fyrir skuggavarpi og áhrifi og veðurfarslegum áhrifum skipulagsins. Og þannig að það hefur ekkert breyst í allri þessari umfjöllun, hefur það ekki breyst að það liggja ekki gögn fyrir sem ættu að liggja fyrir til þess að gera okkur kleift að taka ákvörðun. Það vandamálið. Það hvenær í ósköpunum var það aflagt að gera sneiðingar og sína afstöðu til fyrirliggjandi byggðar. Hvenær var það aflagt? Allt þetta liggur ekki fyrir ásamt ýmsu öðru og við erum ósátt við það og teljum að væntanlega fáið þið þá þetta skipulag bara aftur í hausinn frá Skipulagsstofnun. Fleiri hafa ekki kvast í ljós. Þannig að þá kom ósk það að fjórðamálið yrði borið upp sérstaklega, þannig að ég ætla þá að bera upp afgreiðslu skipulagsnefndar í fjórðamáli. Þeir sem samþykkja hana gjörðu svo gefa merki. Takk fyrir og á móti. Samþykkt með 8 atkvæðum gegn 1. Fleira sem að menn vilja ræða í fundargerð skipulagsnefndar? Fleiri mál? Bara fórstu það þessi bókun sem... Já, hún eftir, gerum það bara í lokin. En eru fleiri mál sem að vilja ræða í fundargerð skipulagsnefndar? Ólafur Ingi, gjör svo vel. Fórstu, mér langar aðeins að fara í svo svipamál, það bara hinum með við götuna, það mál nr. 10. Það sem lítur að þeim hugmyndu sem að þar hafa verið lagðar að borða þeim hönnuðum sem að þar eru og mér finnst bara mjög athyglisverðar og bara mörgum bara mjög góðar. Það tekið þarna á málum eins og uppbroti í húsa og það viðbót hafi gert ráð fyrir að það þurfi að koma fyrir borgarlínu og annað slíkt. Og kannski að þá minnast á það sem hefur áður talað varðandi rafmagnsbíla að það væri náttúrulega æskilegt að það væri kannski ekki bara í þessum tveimur hlutum á þessum stað, heldur væri þetta bara almennt, við þurfum að hugsa þetta bara í öllu nýbyggingum hér framvegis. En það eitt sem ég langar svolítið og mér finnst ekki talað þarna og það að því að við erum að tala og vinna með miðbæjarskipulag. Við vitum það og við höfum ofta rætt það hér og ég held að til þess að það sé miðbæra þá þurfa að vera svolítið líf og einhver gróska. Og þarna sunnamegin þar gert ráð fyrir verslun. Ég held að það sé nú bara gert ráð fyrir einni verslun, það að segja þar verði. En ég finnst alveg þess virði að velta því upp hvort að það væri æskilegt að það væri gert ráð fyrir einhvers konar verslun og þjónustu á fyrstu hæðum að hluta til á þessum lóðum 16-24 í Háholti. Ég held
að það gæti alveg verið þörf fyrir það líka, bara út frá því að við kannski erum að horfa hér einhverja tilfærslu á þeirri verslun sem núna er hér í miðbænum og þá í Þverhoftinu. Reikna ég með að það fari einhver verslun þann upptir og fyrir því að koma því fyrir. Og ég held líka að það myndi styrkja þennan hluta sem miðbæ að þarna væri boðið upp á ýmsa þjónustu og verslun. Fleiri sem æskja þess Sigrún Gjósvel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir sama máli. Þetta er númer 10, deiliskipulag miðbæjar, breytinga deiliskipulagi miðbæjar, Háholt 16-24. Ég myndist á það áðan þegar ég var að tala þessi endanlegu gögn varðandi uppbyggingu á lóðum í miðbæ Mosfellsbæjar við Bjarkarholt, Háholt, að það vakti athygli mína hvað þessi gögn voru miklu skilmerkilegri, þessi frumgögn þessara arkitekta voru miklu skilmerkilegri heldur þau gögn sem við höfum fengið í hendur varðandi hitt skipulagi sem þó er komið á endanlegt stig. Það er til dæmis gerð grein fyrir vindáttum og gerð grein fyrir birtu og sólskinni og svo framvegis í því. Þar að auki er sýnt mjög skilmerkilega hæðin á húsum og það er svolítið áhugavert að húsin er í stöllum og það er ekki svona óklífanlegur veggur sem að mætir manni eins og sem sagt í Bjarkarholtinu, heldur stallast þau frá götunni. Þannig að þetta er mikið svona mannvænlegra skipulag sem þarna virðist vera í uppsiglingu. Og náttúrulega hefði verið allavega sem sagt þetta vakti athygli mína hvað vel er á þessu staði og bara ég fagna því og íbúðarhreyfingi. Fleiri sem vilja tjá sig 10. mál. Svo er ekki þá lítið svo umræða sé lokið það mál. Eru fleiri mál sem við vilja ræða í fundargerð skipulagsnefndar? Ef ekki, þá ætla ég að gefa Haraldi tækifæri á að koma með bókun varðandi mál sem að við ákváðum að bíða með það til að við myndum áður við myndum endanlega klára afgreiðslu á fundargerð skipulagsnefndar. Gjörðu svo vel. Já, fórstu, ég var yfir hvaða mál þetta var. Þetta var athafnasvæði, breyting á svæðisskipulagi. Já, ég veit ekki, var nú aðeins að grínast líka. Já, ég veit það. Getur ekki verið. Það var svo áhugasamt, bæjarstjórinn er svo áhugasamt. En það kom hér fram bókun frá bæjarfulltrúa og íbúðarhreyfingarinnar varðandi þetta sem að hún meðal annars lýsti því yfir að gögn hvað þetta mál varðaði væri ófullnægjandi og það þurfti að senda þetta aftur í skipulagsnefndina eins og svo sem fleiri tillögur svipuð mál hafa verið hér en á þeim grundvelli að þeirri ástæðu viljum við bæjarfulltrúa og díða vaflista mótmæla því að gögnin sem fylgja málunum séu ófullnægjandi. Fyrir liggur samanburðarskýrsla unnin af sérfræðingum VFS og ráðgjafar af mögulegum svæðum sem henta gæti grænum og orkufrekum iðnaði á höfuðborgarsvæðinu. Einnig liggur fyrir minnisblað þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir breytingum á svæðisskipulagi unnin af sömu aðilum. Svo málgur og þau ára fórseti. Óska að þetta verið fært í bók. Nú, þá hafa ekki fleiri hvað sér hljóðs og þá er komið að afgreiða fundargerð skipulagsnefndar og ég tel kannski rétt að benda á að 9. mál
að það felur í sér þá ákvörðun að skipulagsfulltrúa var falið að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir sandskeiðslínuna, bara að vekja athygli á því máli, en það hefur ekki komin einn óskum að það verði greitt atkvæði um það sérstaklega, þannig að ég lít svo á að við tökum það bara upp með fundargerðinni í heild og við erum þá að greiða atkvæði öll mál sem voru á dagskrá skipulagsnefndar nema 3. og 4. mál. Við erum búin að greiða atkvæði þau. Þeir sem að staðfesta þá fundargerð skipulagsnefndar án fyrir utan 3. og 4. mál sem búið að afgreiða, ekki og svo gefa merki. Takk fyrir. Það er samþykkt með 9 atkvæði. Þá er komið að fundargerð 175. fundar umhverfisnefndar sem haldin var 9. mars. Orðið þá fundargerð Bjarki gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég langar svona að drepa á þessi mál, nefna þau hér. Þetta voru þarna 5 mál á dagskrá, fyrstu 2 málin tókum við svona upp að eigin frumkvæði má segja. Það hafa bæði verið á dagskrá í skipulagsnefnd og forsetinefndin og annað þeirra hér áðan. Það er að segja sandskeiðslínu sem snertir hér suðurhluta sveitarinnar og síðan mörg önnur sveitafélag. Þetta var til kynningar. Síðan er hér fyrsta málið sem ber titilinn Kirkjugarður hlíðum Úlfarsfells, drög að matsáætlun. Töldu rétt að taka það líka til kynningar. Það er reyndar eins og hér kemur fram undir landi Reykjavíkur. Reykjavíkurborg sem leggur fram drög að matsáætlun fyrir Kirkjugarður hlíðum Úlfarsfells. Þetta hins vegar er mjög nálagt bæjarmörkunum og útivistar svæði Mosfellinga og náttúrulega allra í Úlfarsfelli og síðan í Hamrahlíðinni. Maður langar síðan, ef ég má halda áfram forseti, að vekja athygli á 3. máli. Það er stefnt að opnum fundi í umhverfisnefnd 18. maí 2017, það er 50 dagur. Það verði þá ekki 5-leytið og reyndar er það ljóst að hann verður haldinn í framhaldsskólanum. Þarna erum við með 2 frummælendur og stórt og mikið mál undir. Hvorki meira en heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Við fengið aðeins kynningu á þessu. Hér þarna munum væntanlega líka nefndarmenn sjálfir sitja í pallborði. Þetta er svo ekki búin að útfæra þetta nákvæmlega ennþá. Að lokum ætla ég að segja það að ég ætla ekki að tala um Yrkissjóð sem er 4. mál á dagskrá, en með leyfi forseta ætla ég að fara með eina vísu sem er svona: ég vil bæði styrkja og styrkja, svo stærðar skógur rísi hér, nú er ráð að yrkja og yrkja, yrkjuð sjóðinn styrkjum vér. Fleiri hafa ekki kvassi hljós. Umræðum er lokið. Þeir sem að samþykkja fundargerð umhverfisnefndar og svo gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við búin að ljúka afgreiðslu þeirra fundþyktar og komið í fundargerði til kynningar. Og þá er það næst fundargerð 305. afgreiðslufundar byggingafulltrúa sem haldin var 9. mars. Orðið er laust þá fundargerð. Enginn kveður sér hljós og umræðum er lokið og fundargerðin er lögð fram. Þá tekur við fundargerð 439. fundar stjórnar SSH sem haldin var 13. febrúar. Orðið er laust þá fundargerð. Ekki 13. mars. Það stendur 13. febrúar. Ég erum búin að... Ég var að fundi 13. mars.
Þetta er það sem að stendur hérna. Strætó. Það er eitt sem að mér langar að Þetta er 13. annan. Þetta er alveg, má ég. Það er búið að biðja orðið. já, bara gjörðu svo vel, Sigrún. En allavega þessi 439 er 13. febrúar. Ok, ég er inn á gáttun og það er komið fundagerð 9. mars, Hún er sennilega þá nummer 440 441. eða 441. En Já, Sigrún gjörðu svo vel. ég tek hér til málsfundi fundagerð SSH frá 13. febrúar. Ég fekk daginn fyrirspurn það hvort að við, bæjarstjórn Mosfellsbæjar væri búin að fjalla kjarasamningin við tónlistarskólana og ég kannast nú ekki við það og ég sé að það hefur verið hér á dagskrá. Þyrftum við ekki að taka þetta mál á dagskrá hjá okkur líka? Allavega að fá kynningu á kjarasamningi við tónlistarskólana. Haraldur gjörðu svo vel. Það er þá kannski eðlur að vera í fræðslunemnd. Ég til að segja að ég hef sjálf sér enga skoðun á því hvort að bæjarstjórn Mosfellsbæjar telji sér þurfa kynningu á þessum tiltekna kjarasamningi. Það hefur ekki verið venja að fara hér með kynningar á kjarasamningum. Þeir eru náttúrulega fjölmargir og þessi kjarasamningur við tónlistarskólakennara er í sama anda og gerður var við félag grunnskólakennara. Eða svona felur í sér svipaðar breytingar á hann. Ef að einhverjir bæjarfulltrúar óska eftir því að bæjarráðsmenn, eftir að þá farið það fram í bæjarráði, að fá kynningar á einstökum kjarasamningum, þá bara er rétt að koma þeim til mín og ég þá óska eftir því, en það hefur ekki verið vaninn að gerða kjarasamninga í einstökum atriðum og fá kynningar á þeim, nema þegar að að ræða, það hefur jú tíðkast þegar það hafi verið kjara deilur að ræða og menn hafi viljað greina frá stöðu þeirra. Hér er lausn á kjara deilu og sem er samningur aðila sem gerður er af kjarasviði sambandi sveitarfélaga sem er með okkar samningsumboð. Ef menn vilja fá einhverja sérstaklega kynning á því þá verður það bara óskað eftir því með þeim þætti sem það á að vera. Og það verður eðlilegt að það færi fram í bæjarráði. Annars eru þau gjörðu svo vel. Ég kem hérna upp undir 3. máli í fundagerð SSH, sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins, verkefnatillögur vegna áhersluverkefna 2017 og þarna er talað verkefni eins og borgarlínuna, location Reykjavík capital area. Mér langar til þess að biðja bæjarstjóra að aðeins að fræða mig og þá vonandi aðra til dæmis hvað þetta gert verkefni er og hvort að inn í þess að því það kom hér fram að það væri búið ákveða að setja hluta eins og ég skildi af peningum úr sóknaráætlun inn í aðgerðir til þess að laða að starfsemi eins og til dæmis myndi passa á athafnasvæði fyrir orkufrekan græna starfsemi, hvort að það sé inn í einhver af þessum verkefnum hér, location Reykjavík capital area eða hvað, að ég get ekki fundið neitt þessi verkefni annað en það sem stendur þarna. Þannig að mér langar aðeins þess að bara fá það sem kom fram hér fyrir í dag. Gjörðu svo vel, Haraldur. Nú hefur nú ekki rannsakað það hvað liggur þarna til grundvallar, hvaða ítarefni er þarna undir þessu ágæta þarna sé nú til dæmis samantekt gertverkefnið sem forsetinn er að opna og kannski aftur að rétti með tölvuna. Þetta er frá því fyrra. Þetta er bara frá febrúar 2016. Já. En það ætti að vera og við sannlega komum þeim ábendingur til við. Það ætti að vera undir fundagáttinu þarna upplýsingar þessi verkefni. Borgarlínan kannski segir sér sjálft. Það er sem sagt þá verður að leggja fram fé í að undirbúa það verkefni, skipulagsvinna og annað slíkt sem því tilheyrir.
Location Reykjavík Hafnarfjarðar, það er þetta sem ég var að tala hér áðan í sambandi við annað mál, þar að segja að markaðssetja höfuðborgarsvæðið sem mögulegan stað og sérstaklega fyrir grænan orkufrekanir. Og ég hafði einmitt orð á því, og ég held ég var reynda sagt frá því hér á síðasta bæjarstjórnarfundi, að ég hafði einmitt orð á því á þessum tiltekna fundi SSH að það þyrfti þá að vera til staðir í svæðastuflu höfuðborgarsvæðinu sem væri fyrir starfsemi sem þessa. Og þetta er fyrir það tiltekna verkefni. Tölfræði höfuðborgarsvæðisins, það er sko svæðastuflars gagnagrunninn, þar að segja íbúafjölda og annað slíkt sem að tilheyrir vinnu við og viðhalda á svæðastuflaginu. Það var hér þegar hefur verið unnið ágætis vinna í tengslum við gerð svæðisskipulaga og þarna er verið að leggja til að verði peningar til þess að viðhalda því að vinna það frekar, þannig að það séu til tölfræðilegar upplýsingar þetta. Og svo er þetta gert verkefni, ég verður að viðkynna það að ég er ekki mikill sérfræðingur í gert verkefninu, en þetta er verkefni sem er í samstarfi við samtök iðnaðarins, er ég alveg, held ég segja örugglega rétt frá, og snýra því eins og hérna stendur er markmið að brúa bilið milli núverandi stöðu og framtíðarþarfa nemenda og vinnumarkaðar með því að auka áhuga árangur og námstækifæri nemenda í námi á sviði raunvísinda og tækni. Þetta er verkefni sem hefur verið í gangi einhver tíma og þeir komu fulltrúar þessar aðila og kynntu þetta inn í stjórn SSH, en ég er svo sem ekki meiri sérfræðingur en það í því og sá svo sem enga ástæðu til þess að leggjast gegn þessari tillögu formannsins að þetta verið styrkt með þessum hætti. En það ættu að vera og ítarlegri gögn undir þessu málinn inn í fundargáttinni. Það er ekki, þá skal ég koma stjórnans að þau verði sett þar þannig að þessu aðgengilega öllum. En það er einhverju handvöfum þá að hálfa SSH. Takk fyrir fórseti, lána með tölvuna þeirra. Ekkert sjálfsagðara. Það eina sem er að þjónustusamningur vegna endurvinnslustöðva og borgarlína. Engin gögnum hér. Það er bara svona listi. Það var kynning, það var kynning á þessu verkefnum á þessu fundi. Já. Og svo kynning hefði náttúrulega átt að vera hann. Jæja, fleiri sem að æskja þess að ræða fundargerð stjórnar SSH, svo er ekki fundargerðin lögð fram. Þá tökum við fyrir fundargerð stjórnar Strætó frá 3. mars og það var 261. fundur, orðið er laust um fundargerðina. Engin kveður sér hljóðs og umræðum er lokið og fundargerðin lögð fram og þá er að lokum og það var 358. fundur, orðið er laust um fundargerðina. Engin kveður sér hljóðs, umræðum lokið og fundargerðin lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Ég þakka fundarsettuna og segi fundi slitið.